Komiði sæl, börnin góð. Eftir píslavætti Babsins og mikils fjölda hennar hraustu fylgjenda hans, héldu vondu leiðtogarnir að þeir þyrftu ekki framar að hafa áhyggjur á Babnum. Þeir voru kallaðir Babíjar, af því að þeir voru fylgjendur Babsins. Þeir voru dreifðir allt landið og voru auðvitað mjög hryggir og vonsviknir eftir þá hræðilegu atburði sem höfðu gerst. En þótt einn mikill leiðtogi væri burtu tekinn, átti annar eftir að koma. Babin hafði sagt fylgjendum sínum að hann kom til að ryðja brautina fyrir annan guðlegan kennara sem Guð ætlaði að senda. Babin nefndi hann sem Guð mun birta. Það var nauðsynlegt að ryðja brautina, því fyrst í stað fólk aldrei tilbúið fyrir svo mikla breytingu. Það vill halda fast í gamla siði sem það hefur alltaf þekkt. Þess vegna vildu svo margir ekki hlusta á Babin. Þeir héldu að Muhammad og Kóraninn væri þeim nóg. En það leyti sem boðskapurinn fyrri nýja kennaran hafði breiðst landið allt, var vegurinn ruddur fyrir þann seinni. Þá var mögulegt að senda boðskap hans heiminn allan. Eftir píslavætti Babsins voru því fylgjendur Babsins sem eftir lifðu ekki einir. Hans heilagleiki Baha'u'lláh safnaði þeim saman að svo miklu leyti sem hann gat og gaf þeim hugrekki til að halda áfram að boða hinn nýja dag. Stundum fólk mjög heimst. Það gerir hluti án þess að staldra við og íhuga hverjar afleiðingarnar verði. Sú varð raunin á 2 unga menn í föðurlandi Baha'u'lláh. Þeir reyndu að drepa Shāhin vegna þess að svo margir vinir þeirra höfðu verið teknir að lífi. Þeim tókst ekki að drepa hann, en þessi hugsunarlausi verknaður hafði hræðilegar afleiðingar. Það sem þessi 2 ungu menn voru Babíjar var öllum Babíum kennt um. Skríll gerði atlögu að samfélagi Babsins og margt saklaust fólk var pyntað. Jafnvel Baha'u'lláh var sakfelldur, af því að hann var nú leiðtogi Babíjana. Hann varð að þola hina mestu grimmd og var varpað í dimmt neðanjarðar svarthol. Hann var fjötraður með þungum hlekkjum á hálsi og fótum. Í 3 daga fékk hann engan mat eða drykk. Þetta leyti var hinn mesta grein lítill drengur, 8 ára að aldri. Hinn mesta grein var Abdul-Baha, eins og þið eflaust vitið. Abdul-Baha var sonur Baha'u'lláh. Hann og aðri meðlimir fjölskyldunar bjuggu hjá frænda þeirra, meðan faðir þeirra var í fangelsinu. Í hvert sinn sem litli drengurinn var sendur út á götu, koma aðrir drengir hlaupandi á eftir honum og köstuðu grjóti í hann. Dag einn var hann einsamall á heimleið frá markaðstorginu þegar hópur af strákum kom hlaupandi á eftir honum með prik og steina. Eina leiðin til bjargar var að sýna þeim að hann væri ekki hræddur. Hann hljóp því á móti þeim svo óttalaus og ákveðinn á svip að þeir snéru við og lögðu á flótta. Eftir það létu þeir hann alltaf í friði. Þegar Baha'u'lláh var kastað í fangelsi, voru margir aðrir fylgjendur Babsins einnig handteknir. Þrátt fyrir allar þær þjáningar sem þeir máttu þola á þessum ógnvekjandi stað, voru þeir ákaflega ánægðir, af því að Baha'u'lláh var hjá þeim. Þeir sungu meira að segja þarna í myrkrinu. Me
Margir þeirra voru teknir að lífi, en að lokum var Baha'u'lláh látin laus. Það gerðist vegna þess að annar ungu mannanna sem reyndu að drepa Shine játaði á sig mordtilræðið. Ör sáust á líkama Baha'u'lláh alla ævi eftir hlekkina sem hann var fjötraður með í svartholinu. Refsingum í garð Babíana var nú hætt samkvæmt skipun frá Shineum. En jafnskjótt og Baha'u'lláh var laus úr fangelsinu, kom skipun frá Shineum þess efnis að hann og fjölskylda hans yrði að fara tafarlaust burt frá Persíu. Rússneskur embættismaður sem var í Teheran bauð Baha'u'lláh að koma til Rússlands og búa þar, en hann afþakkaði það, af því að það var ekki vilji Guðs. Dag einn yfirgaf hann og fjölskylda hans því fósturjörð sína í fylgd hermanna og lífverði Shahsins og rússnesks embættismanns. Þau lögðu af stað til Íraks yfir fjöllin.